Ríkisstjórnin ætlar að verja auknu fjármagni til vegakerfisins, lögreglunar og til að tryggja að meðferðarúrræðum verði ekki lokað í sumar. Frumvarp til fjáraukalaga verður lagt fram á Alþingi á næstu dögum. Sala á hluta ríkisins í Íslandsbanka hófst í morgun, 5 dögum eftir að Alþingi leyfði söluna. Almenningur fær hámarksafslátt. Bankastjóri segir að gera megi ráð fyrir að áherslur breytist með nýjum fjárfestum. Dómsmálaráðherra segist ekki gera athugasemdir við störf lögreglustjórans á Suðurnesjum. Lögreglustjórinn ákvað að hætta þegar ráðherrann tilkynnti honum í gær að embættið yrði auglýst. Áróður og falsfréttir frá Rússlandi hafa færst í aukana. Rússneskir embættismenn deila á samfélagsmiðlum vangaveltum meynta fíkniefnaneyslu evrópskra þjóðarleiðtoga. Væbræður stíga á stokk fyrir Íslands hönd í fyrri undankeppni Eurovision eftir rúman hálftíma. Helmingslíkur eru á að atriðið komist áfram samkvæmt veðbönkum. Gott kvöld, við erum fyrr á ferð í kvöld vegna fyrri undankeppni Eurovision. En við byrjum á þessu. Fjármálaráðherra ætlar að leggja fram frumvarp til fjáraukalaga upp á 5 milljarða á Alþingi á næstu dögum. Frumvarpið var kynnt á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun og forsætisráðherra segir þetta eiga sína áherslu ríkisstjórnarinnar. Við erum til dæmis að setja 3 milljarða til viðbótar í vegakerfið með sérstaka áherslu á Vesturland en líka önnur kjördæmi. Við erum að styrkja til að mynda varaleiðir gervihnætti. Við erum líka að styrkja lögregluna, sérsveitina og síðan líka verið að fjármagna til að mynda hagsmunafulltrúa eldra fólks. Þannig að það eru nokkrir þættir sem að koma þarna til. Auk þess eigi að koma í veg fyrir að meðferðarúrræði loki í sumar eins og hefur verið með 350 milljóna króna mótframlagi. Þannig að það eru svona nokkur mál sem við teljum að séu akút núna og erum sérstaklega að leggja fram. Er þá áherslunar að breytast eitthvað hjá ríkisstjórninni? Við erum að minnsta kosti að stíga strax ákveðið skref í mikilvægum málaflokkum sem okkur finnst þurfa að gefa í, en við gerum líka þá kröfu á okkur að þetta sé full fjármagnað. Ákveðnum fjárfestingum hafi verið frestað og því skapist svigrúm til að nýta 5 milljarða sem fara þá í fjáraukalögin. Við erum fyrst og fremst bara að tryggja að þau verkefni sem við vitum að við erðum og við höfum ekki heilt ár til að gera eitthvað í, þau komist af stað. Þar get ég nefnt til að mynda stöðuna varðandi meðferðarúrræðin, við viljum ekki þau loki í sumar og svo varðandi vegakerfið. Við vitum að við þurfum að spýta í. Þannig að þetta er, já, pólitískt eðlis, en þetta er fyrst og fremst með okkar eigin áherslur að gera. Sala á útistandandi hluta ríkisins í Íslandsbanka hófst í morgun. Bankastjórinn á ekki von á að nýjum eigendum fylgi aukin áhættusækni, en þeim fylgi óhjákvæmilega breytingar. Tíðindin af sölu eftirstandandi hluta ríkisins í Íslandsbanka í morgun komu nokkuð á óvart, enda ekki nema 5 dagar síðan Alþingi heimilaði söluna. Það er mat markaðsaðila að aðstæður séu ákjósanlegar. Það er ákveðin stöðuleiki og bjartsýni á markaði. Ríkið á 42,5% hluti í bankanum. Tæplega helmingu þess hlutar til sölu í útboðinu, en fjármálaráðherra hefur heimild til að auka magnið ef eftirspurn verður mikil og því kann að fara svo að ríkið selji allan hlutin. Ákvörðun þess efnis verður tekin þegar líða tekur á ferli, segir ráðherra, en bæti við að skilaboð markaðarins hafi verið jákvæð. Almenningur nýtur forgangs í útboðinu og stendur honum til boða að kaupa hlutin á 106,56 krónur. Það byggir á meðalverði hlutabréfi Íslandsbanka síðustu 15 daga með 5% afslætti. Sé hins vegar miðað við gengi bankans við lokun markaði í gær nemur afslátturinn 6,9%. Þetta er nokkuð meiri afsláttur en í síðasta útboði, en þá var deilt hvort afslátturinn væri of mikill. Þetta er það sem að lögin heimila og það þarf auðvitað að vera einhver hvati til þáttöku. Þannig að okkar mat var að þetta væri heppilegt. Var þetta til að ykkar ráðgjafa? Já, það eru auðvitað skiptar skoðanir, ráðgjafar sem auðvitað hafa það að markmiði að ná að selja sem mest, hafa auðvitað áhuga á því að verði sér lágt. Við þurfum að gæta hagsmuna ríkissjóðs. Þetta er hámarksafslátturinn og gildir afbókina. Það þarf síðan bara komið ljós hvað kemur út í B- og C-bók. Verði í B- og C-bók, sem eru fyrir lögaðal og fagfjárfesta, ræðst af tilboðum en getur aldrei orðið lægra en þar sem almenningi stendur til boða. Útboðinu lýkur klukkan 5 síðdegis á fimmtudag. Forstjóri Íslandsbanka segir bankan vænlegan fjárfestingakost. Efnahagsreikningurinn sé stöðugur og umfram eigið fé sé 37 milljarðar sem gefi bæði tækifæri til vaxtar
og útgreiðslu arðs til hluthafa. Hann á von að með breyttu eignarhaldi fylgi breytingar. Við getum alls ekki kvartað yfir ríkinu sem eiganda. Við hafa verið skipuð mjög öflug stjórn í bankanum, en hins vegar með nýjum fjárfestum og gera ráð fyrir að áherslu breytist eitthvað. Verður bankinn kannski áhættusæknari? Ég held að það sé ekkert sjálfgefið, þó að sé ekki þetta útiloka það, nýjir fjárfestar komi með einhver áherslur í það áttina, en svona má segja að DNA bankans að vera varfærin og ég gera ráð fyrir að við verðum það áfram. Trausti Hafliðason, ritstjóri Viðskiptablaðsins, velkomin hingað til okkar. Takk. Sko, tilraunir til að selja hluta í Íslandsbanka, þeir hafa svona gengið upp og ofan til þess að svo síðast endaði með því að fjármálaráðherra þurfti að segja af sér. Er eitthvað í þessu ferli núna sem gæti orkað svona tvímælis? Verðum við ekki bara að leyfa íslensku þjóðinni að melta það aðeins? Ég held að þessu nokkur atriði sem að vekja athygli. Í fyrsta lagi þá meiri afsláttur í þessu útboði heldur en í síðasta útboði. Það verið að veita 5% afslátt. Það er búið að gefa það út að gengi verður 106,56. 5% afslátturinn þá miðað við að hlutabréfa viðskipti síðustu 15 viðskiptadaga. Aftur á móti var gengi 14,5% í bankanum í gær. Þannig að miðað við það afslátturinn 7%. Þannig að þetta eitt af því sem að vekur áhuga. Síðan þetta dýrara útboð heldur en síðast. Kostar 900 milljónir, kostaði 500 milljónir síðast. Og sem ekki gleyma því að í útboðinu fyrir, hvað er þetta, 22, að þá var verið að selja hlutin á 117 krónur og 4,1% afsláttur og það olli náttúrulega miklu fjæðrafóki, þannig að verður áhugavert að sjá hvað gerist núna. Já. Síðan hafa náttúrulega fallið líka bara ummæli eins og hjá ráðherra núna, þar sem hann segir að kaup í íslensku banka séu á meðal öruggustu fjárfestinga sem þú getur farið í. Mér finnst þetta brött ummæli af því að við vitum það að þó að undirliggjandi rekstur í fyrirtækjum geti gengið vel, þá geta hlutabréf farið upp og niður. Akkurat. Jafnvel þó það tengist í ekki og þetta við bara séð á síðustu mánuðum bara með tollaákvörðun Trumps sem allir bara skjálta á öllum markmiðum. En bara svona rétt í lokin, er einhverja vísbendingur þetta hvernig þetta hefur tekist í dag? Mér skilst það, núna rétt árin kom hérna inn að þeir væru búin að fylla þessu 20% í pantanabókinni. Þannig að þá hefur væntanlega þessi nafnbirting ekki haft jafn mikinn fælingarmátt ef að það er að því að þá að birta nöfn allra hluthafa sem að kaupa í bankanum, sama þó 100% eða ekki. Akkurat, takk fyrir komin hingað til okkar, Trausti Hafliðason. En þá að allt öðru. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum er hættur því dómsmálaráðherra tilkynnt honum í gær að embætti lögreglustjórans yrði auglýst. Margrét Kristín Pálsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, gegnir embættinu tímabundið. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, hefur verið mest áberandi af lögreglustjórum landsins síðustu misseri vegna eldgosanna á Reykjanesskaga en einnig sökum fjölda hælisleitenda á Keflavíkurflugvelli og smyggsmála þar. Síðustu 17 ár hefur hann verið lögreglustjóri, nú síðast í 4,5 ár á Suðurnesjum. Ástæða auglýsingarinnar er breytingar, segir dómsmálaráðherra. Vegna þess að fyrirhugar eru breytingar á skipulagi og inntaki og kannski ekki síst stærð verkefna þess, í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar og embættið allt er að vaxa mjög mikið. Úlfar óskaði eftir því að fundunum með ráðherra í gær að fá að hætta störfum strax og segir hann þetta kaldar kveðjur frá ráðherra fyrir störf sín. Ákvarðanir í stjórnsýslunum að auglýsa embættið að loknum 5 ára skipunartíma þykja oft skilaboð að ekki standi til að endurráða viðkomandi. Hvað lögreglustjóra varðar þá hefði bæði þurft að tilkynna ríkislögreglustjóra í haust og lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu í desember að til stæði að auglýsa embætti þeirra. Það var ekki gert og skipunartími þeirra því framlengdur. Sömuleiðis hefði þurft að tilkynna lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra áramótin að til stæði að auglýsa embættið. Það gerði dómsmálaráðherra ekki eftir því sem fréttastofa kemst næst. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var starfsmönnum lögreglunar á Suðurnesjum brugðið í morgun þegar Úlfar kvaddi þá. Dómsmálaráðherra segist þakka Úlfari fyrir hans góðu störf en að í ljósi fyrirhugaðra breytinga hafi verið eðlilegt að auglýsa embættið. Og ég geri ekki athugasemdir við störf Úlfars. Óvissa ríkir fund forseta Rússlands og Úkraínu sem til stóð að færi fram í Tyrklandi á fimmtudag. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, lýsti áhuga á að hitta Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseta, á milliliðalausum fundi sem Zelenský þáði. En nú vilja rússnesk stjórnvöld ekki tjá sig það hvort Putin ætli yfirhöfuð að mæta á fundin. Zelenský ætlar til Tyrklands til fundar við Erdogan, Tyrklandsforseta, og hefur boðið Bandaríkjaforseta með. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті
зустрічатись. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішить. Stjórnvöld í Frakklandi saka andstæðinga sínum að dreifa falsfréttum kókaínneyslu Macrons Frakklandsforseta og fleiri Evrópuleiðtoga. Í gær deildu talsmaður utanríkisráðuneytis Rússlands og framkvæmdastjóri fjárfestingasjóðs landsins myndum af Macron, forsætisráðherra Bretlands og kanslara Þýskalands um borð í lest á leið til Kýv. Macron sést þar fjarlægja hvíta munnþurrku. Því hefur verið haldið fram að þarna hafi verið kókaín á ferðinni. Þetta snýtubréf, segir í yfirlýsingu forsetaskrifstofu Frakklands. En þegar samheldni Evrópu verði óþægileg, gangi falsfréttamenn svo langt að láta sem slíkt sé kókaín. Danskur sérfræðingur segir í samtali við fréttastofu að dreifing á falsfréttum og rangfærslum Úkraínu og bandamenn landsins sé að færast í aukana. Falsfréttir og upplýsingaóreiða séu snar þáttur í hernaði Rússlands enda mikið í húfi fyrir Rússa. Rusland jo fanget i krigen i Ukraine, og der rigtig mange politikker, som Rusland gerne vil forsøge at påvirke. Det for eksempel sanktioner mod Rusland, det økonomisk militær støtte til Ukraine. Så der en lang række forhold, som Rusland gerne vil påvirke. Derfor ser vi så også, at der blevet optrappet, når det gælder forsøg på at påvirke, herunder også med desinformation. Han segir áróðurinn taka á sig ýmsar myndir. Vi har set russerne engageret i mange forskellige historier. Når det gælder Ukraine, så det jo påstanden om, at de ukrainske politikere er nazister og fascister og pædofile og narkomisbrugere. Meðal þess sem rússnesk stjórnvöld hafa sagt til að réttlæta allsherjar innrás í Úkraínu að þar sé ríkisstjórnin skipuð nýnasistum og því hafi þurft að bregðast við. Hið rétta að Zelenski Úkraínuforseti af gyðingaættum og létust skildmennans í helför nasista. Flokkar lengst til hægri hlutu 2% atkvæða í þingkosningum í Úkraínu 2019. Þá bendir Hansen á að frá Rússlandi berist einnig rangfærslur stjórnmál í öðrum ríkjum, eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum. Sjálfur hefur hann rætt við mannesku sem vann við skrif á falsfréttum í Rússlandi. Så der har man sat nogle kampagner sammen, som en kombination af løgne og rigtig information, måske information, som er vinklet meget, meget skarpt, men hvor der nogle elementer af noget sandhed, men også nogle elementer af noget løgn. Så på den måde kan man ramme mange forskellige publikummer med mange forskellige historier. Bandaríkjaforseti ætlar að afnema viðskiptaþvinganir gegn Sýrlandi og vinna enn nánar með stjórnvöldum í Sádi-Arabíu. Fyrsta opinbera heimsókn Donalds Trumps í seinni embættistíð hófst í dag. Það leynir sér ekki að Bandaríkjaforseti og Mohammed bin Salman, krónprins Sádi-Arabíu, eiga gott samband. Líkt og í fyrri forsetatíð sinni valdi Trump að fara í sína fyrstu opinberu heimsókn þangað. Number one, I like visiting with you and we've known each other very well and I really believe we like each other a lot. Í öðru lagi séu blómleg viðskipti á milli ríkjanna. Trump og bin Salman skrifuðu í dag undir $142 milljarða varnarsamning sem meðal annars felur í sér að Bandaríkin ætla að selja Sátum hergögn af nýjustu gerð. Today we reaffirm this important bond and we take the next steps to make our relationship closer, stronger and more powerful than ever before. It is more powerful than ever before. Trump upplýsti einnig að hann ætli að afnema viðskiptaþvinganir gegn Sýrlandi og hlaut fyrir það standandi lófatak. Það hafa hann ákveðið að gera eftir samtöl við Erdogan Tyrklandsforseta og bin Salman. Oh, what I do for the Crown Prince. Eftir Sádi heimsóknina 2017 fór Trump rakleiðis til Ísrael, en nú kemst Ísrael ekki einu sinni á listan. Frekar fer Trump til Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Væp-bræður stíga fyrstir á sviði fyrir undankeppni Eurovision í kvöld. Það má gera ráð fyrir að Eurovision partíin sé við það að hefjast út allan bæ, enda aðeins hálftími að keppnin byrji. Alexander Kristjánsson, þú ert komin í partí í miðborginni, það ekki? Jú, hér í Hannesarholti í miðbæ Reykjavíkur eitt slíkt við það að hefjast. Fólk svona, við það að koma sér fyrir hérna fyrir aftan mig, eins og þú segir, tæpur hálftími í að þetta byrji allt saman. Hérna hjá mér eru þeir Nilli og Gunnar sem að sjá þetta allt saman.
Strákar, hvað ætlaði að bjóða upp á hérna í kvöld? Ég held að við ætlum bara að bjóða upp á allt saman. Partí, stuð og stemningu, gott fólk, pubquiz og karaoke. Eurovision partí meira en bara að sitja og horfa á Eurovision. Þetta snýst fyrst og fremst náttúrulega bara samveru, að vera saman sem heild, hvetja okkar menn áfram, okkar fólk. Fyrst og fremst, já, fyrirgefið, að sjálfsögðu, hvetja Íslendingana áfram. Þeir náttúrulega stíga fyrstir á stokk og við ætlum bara að vera með trillt læti, það að fólk byrja að koma inn í hús. Við verðum líka hérna á 50-dagskvöldið og laugardagskvöldið. Hvernig metið þið líkurnar hjá strákunum? Ég myndi segja að það er ekki okkar að segja að þetta er í höndum Evrópu, en það eina sem við getum gert er bara að styðja út af því að þetta eru hugrakir piltar og hugrakt fólk sem munir stíga á stokk. Ég meina að opna söngkeppni evrópskrar sjónvarpsstöðvar, ég meina að þetta gerist ekki glæsilega. Ekki getum við það? Nei, þetta myndum við aldrei geta. En þau munu allavega komast áfram í kvöld, svo sjáum við hvað setur á laugardagskvöldið, en við alveg styðjum þá heils hugar. Og ef þeir komast ekki áfram í kvöld, saman verðum við samt í anda á laugardaginn. Ekki spurning. Þetta segja sérfræðingarnir hérna í Hannesarholti, en það eru fleiri sérfræðingar og einn þeirra er í keppnishöllinni í Basel, Gunnar Birgisson. Já, Gunnar, hvernig metur þú svona líkurnar hjá strákunum? Ég meta bara mjög góðar. Ég held að það sé í raun og veru ekkert annað sem að er í boði en að strákarnir fari og fljúi áfram á laugardagskvöldið. Það er náttúrulega það sem við viljum öll. Veðbákar og spá líkun er að gefa okkur svona það bil 50% líkur eins og var komið inn á hérna áðan, en við þurfum ekki að leita lengra aftur heldur en bara í fyrra þegar Belgíu var spáð með 80% líkum á að fara áfram, fóru ekki áfram. Það er alltaf eitthvað óvænt sem gerist. Strákarnir hafa gjörsamlega nellt alla sína flutninga og nú síðast bara í morgun þegar var farið yfir æfinguna einu sinni enn með fullan sal af áhorfendum og ég var í salnum. Ég fann bara fyrir ótrúlegum krafti og ég held meira þess að gæsahúðin sé ennþá, varandi síðan þá. Það eru svona rétt rúmlega 10 mínútur í að strákarnir labba hérna fyrir aftan mig, fara niður, undir og svo upp á sviðið. Og ég get alveg sagt að það er engin meira klár í þessari höll sem við erum í akkurat núna heldur en Vibe bræður og við sendum þeim gott Vibe, góða strauma og segjum áfram Ísland, góða skemmtun í kvöld. Svo sannarlega, Gunnar, við styðjum strákan okkar og fylgjumst með þessi kvöld. En þá að veðri. Hlýjar og þurrar suðlægar áttir verða ríkjandi á landinu næstu daga. Á morgun er útlit fyrir sunnan 5-10 metra á sekúndu og bjartviðri en skýjað með köflum vestanlands. Léttir til þegar líður á daginn og hiti 11-20 stig að deginum, hlýjast inn til landsins á Norðausturlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Haukar og Njarðvík leika 8 leikum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta í kvöld. Búist við fjölmenni í Hafnarfjörðinn. Dregið var í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta sem verður í Katar 2027. Íslendingum bíða erfiðir mótherjar til að mynda margfaldir Evrópumeistarar. Og landsliðsmarkvörðurinn í handbolta, Viktor Gísli Hallgrímsson, færir sig seti í sumar. Hann hefur nefnilega skrifað undir samning við spænska stórveldið Barcelona. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkisstjórnin ætlar að verja auknu fjármagni til vegakerfisins, lögreglunar og til að tryggja að meðferðarúrræðum verði ekki lokað í sumar. Frumvarp til fjáraukalaga verður lagt fram á Alþingi á næstu dögum. Sala á hluta ríkisins í Íslandsbanka hófst í morgun, 5 dögum eftir að Alþingi leyfði söluna. Almenningur fær hámarksafslátt. Bankastjóri segir að gera megi ráð fyrir að áherslur breytist með nýjum fjárfestum. Dómsmálaráðherra segist ekki gera athugasemdir við störf lögreglustjórans á Suðurnesjum. Lögreglustjórinn ákvað að hætta þegar ráðherrann tilkynnti honum í gær að embættið yrði auglýst. Áróður og falsfréttir frá Rússlandi hafa færst í aukana. Rússneskir embættismenn deila á samfélagsmiðlum vangaveltum meinta fíkniefnaneyslu evrópskra þjóðarleiðtoga. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Bein útsending frá fyrri undankeppni Eurovision í Basel þar sem Vibe